Í þessu dæmi ætlum við að nota hlutdeildun til þess að helda kósinus í örveldex. Og það sem við gerum er að við byrjum á því að hugsa okkur að heldið kósinus í örveldi x dx sé bara kósinus x sinnum kósinus x og notum síðan hlutdeildun til þess að finna þetta heldi. Við hugsum okkur að ef að þetta er u og þetta er vaffmerkt og geta að gera það, þá segjum við hérna sem sagt, ok, látum u vera jafnt og kósinus x, þá er u merkt jafnt og mínus sinus x, og ef að vaff merkt er jafnt og kósinus x, þá er vaff jafnt og sinus x, við afleiðana sinus og kósinus. Ok, og þá getum við sagt hérna, þetta er þá sama á u sinum vaff eða kósinus x sinnum sinus x mínus heldið af u-merkt sinnum vaff sem er mínus sinus x sinnum sinus x, sorry. Ok, nú við skulum aðeins laga þetta. Í einhverjum ástæðum finnst mér alltaf skemmtilegur að hafa sínus á undan, þannig að ég ætla nú að skrifa hérna sinus x kosinus x. Mínus verður plús heldið af sinus í örveldi x dx, og þannig erum við með sinus í örveldi x dx. Við ætlum að umrita það, nota hornafalleininguna sinus x kosinus x plús heldið af 1 mínus kosinus í örveldi x. Þetta var svona svolítið triks sem við notum hér. Við fáum að þetta er þá jafnt og sinus x kosinus x plús heldið af 1 dx mínus heldið af kosinus í örveldi x dx. Ok, við heldum áfram með þetta og þá fáum við hérna bara áfram sinus x kosinus x plús heldið af einum er x, og svo erum við hérna með mínus heldið af kosinus í örveldi x dx. Ok, við sjáum núna að nú erum við með kosinus í örveldi x í vinstri hlið og mínus kosinus í örveldi x í hægri hlið. Er ekki alveg upplagt þá að taka þetta hérna og skutla því yfir í vinstri hlið? Eða, svo maður noti nú réttu hugmyndafræðina, þá bætum við heldina af kosinus í örveldi x við báðar hliðarjöfnunar og fáum þá, getum við sagt, að tvisvar sinnum heldið af kosinus í örveldi x dx. Við erum búin að bæta heldina af kosinus í örveldi x við báðar hliðarjöfnunar, þá erum við komið 2 kosinus í örveldi x í vinstri hlið og kosinus í örveldi x hverfur úr hægri hlið vegna þess að heldið af kosinus í mínus heldið af kosinus í er náttúrulega 0. Þannig að við erum komið með hérna þá sinus x kosinus x plús x og svo plús ykkur fasti sem við getum kallað bara C1 til dæmis.
Já, nú sjáum við að nú erum við með 2 heldi af kósinus öru hérna í vinstri hlið og við deilum þá gegn þessu jöfnu með 2 og fáum að heldið af kósinus öru veldi x dx þá jafnt og við deilum með 2 í hægri hliðina líka og það verður þá hálfur sinus x kósinus x pluss hálft x svo pluss einhver fasti c og við náttúrulega sjáum að c þessi fasti c jafnt og c1 deilt með 2 þannig að það sé afgreitt. Við sjáum þá að heilda kósinus öru veldi x jafnt að hálfu sinus x kósinus x pluss hálft x pluss fastin c. Þannig höfum við fundið heilda kósinus öru með því að nota hlutheildun.